Komið sæl. Ég ætla að sýna ykkur hér á harða spretti hvernig við notum símaskrá tenglasafnið en það er ýmislegt í því sem að uh, hefur svona praktískt notagildi og er gott fyrir fólk að vita af til þess að einfalda vinnu okkar í klíninginni. Fyrsta lagi þá er almenna símaskráin fyrir Landspítala sameiginlegu símaskrána hér undir símtólinu og svo er deildarsímaskráin fyrir undir keðjunni og hún fylgir þeirri deild sem að er búið að skrá sig inn á. Ef að ritstjóri fyrir ykkar starfsstöð hefur tengt þetta saman. Og starfsstöðvarnar eru þessar hér og fyrir hverja starfsstöð er ákveðnir ritstjórar. Og það er þeirra að tengja þetta saman og það er þeirra að uppfæra innihaldið á síðunni em, sem að ég kem voðalega lítið nálægt. En ef við förum aftur hér inn á sameiginlegu þá er búið að einfalda verulega flokkana þannig að það er auðvelt að fletta hér í gegnum helstu vaktir sérfræðinga og kandídata sérnámslækna og svo stoðþjónustuna. Allar deildir eru hér skipt eftir Fossvogi og Hringbraut en það er líka hægt að leita. Það er til dæmis ef ég ætla að finna núna B5 þá þarf ekki nema að slá inn B5 og hún kemur strax. Og takið eftir að þegar ég fer með músinni yfir þá get ég strax byrjað að skrifa. Það er ekki einu sinni að klikka hérna. Ég ætla að finna bæklun, geri ég svona, finn ég í öllum flokkum. Nú, hvað ef ég ætla að finna eitthvað meira? Segjum svo ég veit um eitthvað skjal ég ætla að finna eða ég ætla að finna, já, við skulum segja ristil eitthvað tengt. Þá geri ég svona og eðlilega þá er ekkert inn á sameiginlegu Landspítalasímaskráni en ef ég ýti á enter eins og stendur hér, þá leitar hún í öllum þessum stöðvum og finnur fyrir okkur skjöl sem að tengjast ristil. Þannig er auðvelt að komast inn á það sem við erum að finna. Og takið eftir því að leitin virkar líka hér uppi, þannig að ef ég ætla til dæmis að finna vakthafandi krabbameinslækni, já vissulega get ég slegið inn og fundið hann hér, en ég get líka alltaf leitað inn á Netwise með því að bara smella hér og hún færir mig beint yfir á Netwise. Eða þá að ég ætla að finna, skulum við sjá, Jón Jónsson inn á já.is, þá kemur hún hingað beint. Nú, ég get líka leitað metoprolol inn á sérlyfjaskrá, komin hingað, eða ég ætla að finna heart failure inn á UpToDate. Alala. Þetta er praktískt, gott að vita. Og hvað tákna síðan linkarnir? Jú, allt sem er undirstrikað inniheldur einhvers konar lýsingu, til dæmis svona ítar útskýringar. Allt sem er blálitað er hægt að smella á, þannig að ég get smellt á þessi númer hér og tengist þá beint GSM-þjónustu Landspítalans og get sent GSM-númer á vaktnúmerið. Nú, það sem að stendur en tvöfaldvað, þá er ég kominn inn á Netwise og takið eftir því hér að ég er sem sagt fyrir hverja vakt eins og til dæmis bara hjarta, þá þarf ég ekkert að fara alltaf inn á Netwise síðu Landspítalans. Það er nóg fyrir mig að fara hingað, smella vakt NVAF og þar stendur hver er að vakta hverju sinni og símanúmer viðkomandi. Þannig að þessi síða er í rauninni alhliðar símaskrá og upplýsingasíða fyrir allt þetta algengasta sem við erum að nota í klíníkinni. Þannig við þurfum ekki að leita í 200 niðurstöðum af leiðbeiningum um þvagleggsísetningu á gæðahandbókinni, heldur höfum einfaldlega aðgengilegt það sem að ritstjórnir okkar telja að sé praktískt fyrir hverja deild. Já, en þannig er tengla- og símaskrársafnið eins konar Google fyrir Landspítalann, fyrir það sem við erum að nota í klíníkinni.
Vona að þetta hafi verið gagnlegt og skemmtið ykkur vel yfir símaskönninn. Ekki gleyma ykkur, það eru sjúklingar sem bíða. Takk fyrir.